Velkomin á skattadaginn 2025 í boði Deloitte, Samtaka atvinnulífsins og Viðskiptaráðs. Bjóðum velkomna á svið fundarstjóra dagsins, Heiðrúnu Björk Gísladóttur, lögmann á málefnasviði Samtaka atvinnulífsins. Góðan daginn og gleðilegan skattadag. Fyrir hönd Samtaka atvinnulífsins, Viðskiptaráðs og Deloitte býð ég ykkur hjartanlega velkomin hingað í Hörpu í dag. Mér líður reyndar eins og ég hafi verið með ykkur inn í síðustu viku, en svona hratt líður þetta ár og eins og þið þekkið væntanlega þá hreinlega flýgur tíminn áfram þegar skattar eru annars vegar. Við höfum haldið skattadaginn árlega frá árinu 2004 og dagurinn hefur fest sig í sessi sem mikilvægur umræðuvettvangur það sem að gerast í skattamálum hverju sinni og hvað má betur fara. Það alltaf gaman að sjá hvað vel mætt og það mikilvægt að koma saman og ræða málin á þessum grundvelli. Umfang og fyrirkomulag skattheimtu eitt stærsta hagsmunamál einstaklinga og fyrirtækja. Á síðasta ári voru gerðar umtalsverðar breytingar á skattkerfinu. Tökum dæmi það sem að sömu stjórnmálamenn myndu mögulega kalla aðhald á tekjuhliðinni. Gistináttaskattur var hækkaður, innviðagjald var tekið upp á skemmtiferðaskip, kolefnisgjald var hækkað 59%. Gjöld voru lögð á nikótínvörur, breytingar voru gerðar á barnabótakerfinu, útvarpsgjaldið hækkaði og áfengisgjaldið hækkaði líka. Virðisaukaskattsívilnanir á hjól voru afnumdar. Það erfitt að finna dæmi skattalækkanir og ekki lækkaði tryggingagjaldið. Þeir kjarasamningar sem voru undirritaðir á almenna vinnumarkaðnum í upphafi síðasta árs lögðu grunninn að minnkandi verðbólgu sem styður við áframhaldandi vaxtalækkanir. Það jákvætt. En til þess að tryggja gott rekstrarumhverfi fyrirtækja og áframhaldandi verðmætasköpun mikilvægt að fyrirtæki búi ekki við íþyngjandi skatta eða flókið skattaumhverfi. Skattkerfið þarf að vera einfalt, skilvirkt og fyrirsjáanlegt. Og það eru skilaboð sem ég vona að ný ríkisstjórn hafi að leiðarljósi. Erindin í dag eiga það sammerkt að vera fjölbreytt og skemmtileg. Venju samkvæmt byrjum við á opnunarávarpi frá fjármála- og efnahagsráðherra, Daða Má Kristóferssyni. Þetta reyndar annað árið í röð sem við fáum nýjan ráðherra á skattadaginn. En við skulum vona að sá ófyrirsjáanleiki sé ekki lýsandi fyrir málaflokkinn til framtíðar. Á eftir Daða Má kemur Haraldur Ingi Birgisson, meðeigandi og lögmaður hjá Deloitte Legal og segir okkur hvað að frétta af skattalagabreytingum og skattframkvæmd. Þá mun María Guðjónsdóttir, lögfræðingur Viðskiptaráðs, flytja okkur erindi skatta á fjármagn og loks mun Ingvar Hjálmarsson, framkvæmdastjóri Nox Medical, fjalla verðmætasköpun með hugvitið að vopni. Inn á milli erinda fáum við að sjá stutt innslög með reynslusögum frumkvöðla. En okkur þá ekkert af vambúnaði. Daði Már Kristófersson, gjörðu svo vel. Daða Má Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra. Kæru gestir, það mér heiður að fá að tala hér í dag. Þegar ég hitti Björn Brynjúl hérna frammi áðan að þá rifjuðum það upp að einhvern tímann fluttum við hérna yngri og hressari menn tillögur allskyns endurbætur á skattkerfinu sem ég hygg nú að fæstar hafi komist til framkvæmda. Nú þegar við erum orðnir reyndari og valdameiri menn og þá ég viss það að við getum gert á því breytingu. En mér sönn ánægja og heiður að ávarpa ykkur í upphafi ársins 2025 og það fer mjög vel á því að fyrsti opinberi viðburður minn sem fjármála- og efnahagsráðherra skuli vera þessi hér. Skattar og gjöld, ráðstöfun þeirra og meðferð kjarnar mjög þau viðfangsefni sem eru miðlæg í því ráðuneyti sem mér hefur verið falið að stýra á þessu kjörtímabili. Ég vil því nota tækifærið til að deila með ykkur nokkrum hugleiðingum viðfangsefni mitt og míns ráðuneytis og ríkisstjórnarinnar á næstu misserum. Almenn samstaða það á Íslandi að vinna að heilbrigðu samspili verðmætasköpunar og sameiginlegra verkefna í uppbyggingu og viðhaldi innviða og þjónustu sem færa sem flestum hagsæld og velsæld.
Skiptar skoðanir eru hins vegar forgangsröðun og áherslur. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar eru lagðar línur áherslur. Sú fyrsta snýr að ábyrgum ríkisfjármálum, að útgjöld séu ekki aukin umfram tekjur. Kröftugt arðsamt atvinnulíf sem skapar verðmæti og störf undirstaða undir sameiginleg verkefni, innviði og þjónustu. Innviðir, menntun, rannsóknir, heilbrigðisþjónusta, stjórnsýsla, löggæsla. Þessi sameiginlegu verkefni eru aftur forsenda kröftugs atvinnulífs. Farsæld á Íslandi háð því að fólk sem hér býr og þau fyrirtæki sem hér starfa geti komið góðum hugmyndum í framkvæmd og nýtt tækifærin sem hér eru til að bæta hag sinn samfélaginu öllu til heilla. Of mikið umfang sameiginlegra verkefna líklegt til þess að skerða afrakstur þeirra, of lítið umfang grefur undan tækifærin. Verkefni stjórnmálanna að finna jafnvægi. Skilvirk tekjuöflun ríkisins og hagkvæmur rekstur hins opinbera hefur verið mér persónulega mjög hugleikinn lengi, eins og ég vék nú aðeins að hérna í upphafi. Ég því eðlilega spenntur fyrir því mikilvæga verkefni sem mér hefur verið falið. Skattlagning hefur að jafnaði neikvæð áhrif á hegðun, bæði einstaklinga og fyrirtækja. Tekjuskattar draga úr hvatanum til að skapa tekjur, skattar á fjármagn draga úr hvatanum til fjárfestinga. En fjölmargt annað kemur líka til álita, svo sem jafnræði, sanngirni og samkeppnishæfni. Það ekki síður mikilvægt að skattgreiðendur upplifi að þeir leggi sitt að mörkum og að farið sé með skattfé með skynsamlegum hætti því ráðstafað til verðugra verkefna. Ný ríkisstjórn hefur sett það í forgang að hagræða og auka skilvirkni í ríkisrekstri. Að mínu mati á hagræðing og endurskoðun forgangsröðunar verkefna hins opinbera að vera viðvarandi verkefni. Ég mun leggja áherslu á að vinna að því markmiði. Listi yfir það sem betur mætti fara í samfélaginu langur. Eftirspurn eftir skattfé því sem næst ótæmandi. Kröfur aukin ríkisútgjöld koma bæði frá almenningi og atvinnulífi. En hvernig á að fjármagna þau? Geta hagkerfisins til þess að bera aukna skattbyrði takmörkuð. Báknið burt, stundum sagt. En helst má ekki snerta eigin hagsmuni heldur einungis hagsmuni annara. Sú nálgun augljóslega ekki leiðin áfram. Viðvarandi vinna þarf að vera í gangi hjá hinu opinbera við að leita leiða til að bæta rekstur og endurskoða forgangsröðun. Fyrirtæki sem búa við eðlilega samkeppni fá aðhald frá markaðnum. Hann skapar hvata til stöðugrar endurskoðunar og endurmats. Úreltar hugmyndir lúta í lægra haldi fyrir nýjum og betri, því ekki að fagna í opinberum rekstri. Aðhald í rekstri ríkisins þarf að koma frá ríkinu sjálfu. Flatur niðurskurður og viðvarandi aðhaldskrafa gerir ekki greinamun á slæmri hugmynd eða úreltu kerfi og góðum hugmyndum og góðum kerfum. Þessari nálgun þarf að breyta. Annars hættan sú að vaxandi hlutfall ríkisútgjalda fari til eldri verkefna og kostnað nýrra áherslna, nýsköpunar og fjárfestinga í innviðum. Einn stærsti drifkraftur breytinga stöðugt vaxandi vægi gagnavísinda, þar með talið gervigreindar. Þessi nýja tækni á eftir að hafa mikil áhrif á rekstur einkaaðila sem og ríkisins. Mikil tækifæri eru í því að virkja þessar nýju lausnir í að draga úr kostnaði og bæta þjónustu opinberra aðila. Ríkið getur ekki setið hjá heldur verður að vera á tánum hvað varðar þessa nýju tækni. Skatturinn dæmi stofnun sem farin að nota þessa tækni til dæmis til þess að flagga frávikum í framtölum, þannig að þau séu útfyllt rétt og gera það með jákvæðum ábendingum. Eins hefur skatturinn nýtt gervigreind til að greina frávik í skráningu með góðum árangri. Hægt að nýta gervigreind í samtímavöktun og benda aðilum á frávik með leiðbeinandi hætti. Skattkerfið þarf umfram allt að vera sanngjarnt og skilvirkt og helst skiljanlegt og gagnsætt. Það ekki sanngjarnt ef maður horfir á nágranna sinni eða samkeppnisaðila, nýta sér opinbera þjónustu án þess að greiða til hennar eða komast hjá því með brögðum. Flókið og illskiljanlegt kerfi
eykur kostnað og veldur tortryggni og dregur úr virkni. Skattkerfi sem sanngjarnt og einfalt hagkvæmara og leið ódýrara. Að þessu stefnir ríkisstjórnin. Við horfum til einföldunar skattkerfisins og bættara skattskila með öflugri skattaframkvæmd og virkara eftirliti nær rauntíma sem byggir á öflugum gagnainnviðum. Efling stafrænnar þróunar og nýsköpunar til hagsbóta fyrir skattayfirvöld, jafnt sem einstaklinga og fyrirtæki. Í þessu samhengi má líka nefna aukna sjálfvirknivæðingu. Þá teljum við nauðsynlegt að laga og regluverk ná að þróast í samræmi við örar tæknibreytingar í samfélaginu. Með því spornum við gegn skattsvikum, skipulagðri brotastarfsemi, misnotkun á skattkerfinu og opinberum sjóðum. Fjölmörg dæmi eru í skattalögum ýmsar endurgreiðslur, lækkanir, undanþágur, frádrætti annaðhvort frá skatti eða skattstofni. Umfangið og flækjustigið mikið. Við munum leggja áherslu á að kortleggja þetta og greina með það að markmiði að loka glufum í skattkerfinu og stuðla að sanngjarnari dreifingu skattbyrði, einfaldari skattskilum og ódýrara eftirliti. Við eigum að sníða okkur stakk eftir vexti. Fjárfesta með arðsemi í huga og stofna ekki til rekstrar í góðæri sem við höfum ekki efni á í samdrætti. Með innleiðingu stöðugleikareglu í rekstri hins opinbera ætlum við okkur að ná betri árangri og skjóta styrkari stoðum undir stöðugleika til framtíðar. Það verður áhugavert að skoða þær tillögur sem borist hafa í samráðsgátt stjórnvalda hagsýni í rekstri ríkisins. Áhugi almennings sýnir að honum annt hagræðingu. Við skulum skattleggja fyrir nauðsynlegum verkefnum og þjónustu en munum að sýna hagsýni og vera óhrædd að endurskoða og hagræða og ekki síður dugleg að hætta verkefnum sem ekki lengur þörf á. Ég bind vonir við að aðstandendur skattadagsins muni bjóða mér á viðburðinn að ári, að því gefnu að pólitíska landslagið haldi stöðugt, þar sem ég get þá rætt árangurinn af starfinu á þessu fyrsta ári og sýn mína fyrir komandi ár. Leið og ég þakka fyrir tækifæri til þess að ræða þessi mikilvægu mál við ykkur, hvet ég ykkur, kæru fundarmenn, að koma með ykkar eigin hugmyndir. Samráðsgáttin opin, komið með ykkar eigin hugmyndir hagræðingu, skilvirkari skattlagningu og breyta forgangsröðun hjá ríkinu í samráðsgátt. Ég hlakka til að lesa þær og hrinda þeim í framkvæmd. Takk fyrir. Við bjóðum upp á einstaklingsmiðað gagnadrifið námskerfi fyrir yngsta stig í grunnskólanum sem veitir þá nemendum einstaklingsmiðað námsefni í rauntíma og kennurum rauntíma yfirsýn yfir það hvar krakkarnir standa. Þannig að þau getur virkilega veitt sínum nemendum einstaklingsmiðaða kennslu eins og við viljum vera að gera. Og nú erum við til dæmis við störfum á menntatæknimarkaði sem að fæstir telja sem iðnað en samt jafn stór og töluleika iðnaður á heimsvísu. Og það var svona ákveðnar hindranir til að byrja með. Það var frekar erfitt fyrir okkur að sækja fjármagn. En út af því að við erum að horfa á það eru ákveðnir skatthvatar fyrir einstaklinga til þess að fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum, þá náðum við af stað með þeim hvata. Það eru þá fjársterkir einstaklingar að koma inn með peninga inn í félög sem annars gætu ekki fjármagna sig. Sem að að skapa töluvert verðmæti fyrir Ísland. Þetta hefur verið svolítið svona innspýting fyrir sérstaklega hugverkaiðnaðinn sem svona nýrri iðnaður á Íslandi og þar leiðandi kannski minna þekktur. En út af því að skattumhverfi hér kannski ekki endilega eins og erlendis að það var erfitt fyrir okkur að leiða saman íslenska fjárfesta og erlenda fjárfesta. Eignin skattlað sem afleiða. Þannig að það skattlagt strax þótt að það sé ekki komin raunverulegt virði á fyrirtækið. Þannig að það mjög erfitt að búa til þessa samninga. Þannig að þeir stoppu við strönduðum í rauninni þarna á því að við gátum ekki farið með samsvarandi samninga og eru erlendis. Þeir virkuðu ekki fyrir íslensku fjárfestuna. Þetta bara svona standard annars staðar. Það mjög erfitt þegar að íslensku skattalögin spila ekki með í þeim leik og til við erum öll og flestu nýsköpunarfyrirtæki störfum á alþjóðamarkaði. Við þurfum að vera
samkeppnishæf. Þannig við þurfum að geta gengið þá líka að samsvarandi fjármagni til þess að geta verið í samkeppni við fyrirtækin erlendis. En það sem skiptir okkur meira máli núna og ástæðan fyrir við getum haldið þróun í heim eins og við viljum gera endurgreiðsla rannsóknar og þróunar. Að geta vitað af því að við getum fengið þessa endurgreiðslu þannig að við séum að horfa á að við erum þá samkeppnishæf. Það að kostnaðurinn við þróuna hérna heima þá ekki það mikið dýrari heldur annars staðar, því annars gætum við ekki fært rök fyrir því fyrir okkar fjárfestum af hverju við heldum þróunin hérna heima. Þannig að það skiptir okkur svo miklu máli út af því að við erum íslenskt fyrirtæki, við viljum vera að reka íslenska rannsókn og þróun, við viljum að varan okkar virki bæði fyrir íslenska markaðinn og erlendis. Þá skiptir okkur svo miklu máli að geta haldið sig heima og þetta er einn af leikirnum af því. Bjóðum velkomin á svið Harald Inga Birgisson, meðeiganda og lögmann hjá Deloitte Legal. Skattalagabreytingar og skattframkvæmd. Hvað er að frétta? Já, góðan daginn öll sem ráðherra sem er því miður farin enda nóg að gera, ræðumenn og aðri góði gestir. Virkilega ánægjulegt eins og alltaf að vera með ykkur hérna í dag á skattadeginum og ég var nú svona myndur á það áðan þegar ég var eitthvað að tala það að maður væri nú svona alltaf með smá fiðring í malanum að þetta væri nú bara svona eins og fjölskyldu samkoma. Þannig að við erum búin að vera að koma saman hérna í 20+ ár og þetta er alltaf gaman. En það sem það er nú nóg að gera hjá ráðherra í þessum verkefnum, það var náttúrulega afskaplega ánægjulegt að heyra þessar áherslur sanngjarnt skattkerfi, skilvirkt og gagnsætt því að það hefur svo sem alveg skort á ýmsum þáttum þar á undanförnum árum. Og erum við hjá Deloitte, ég geri nú ráð fyrir að hann horfi á streymið og eftir auðvitað búin og búin til þess að aðstoða ráðuneytið með það allt saman. Nú, þá skulum við bara fara aðeins yfir þetta. Ég ætla eins og í fyrra, það er ótrúlegt að ár sé liðið, kannski smellum upp á næstu glæru. Það ekki? Já, ótrúlegt að ár sé liðið eins og Heiðrún kom inn á áðan og við öll eldumst auðvitað bara eins og góð vín. Ég sá nú að myndina mér er orðin þessu gömul, þannig að við þurfum eitthvað aðeins að fara að kippa því í liðin. En ég ætla að fara yfir þessar helstu skattalega þær eru þó nokkrar en ég minni auðvitað á skattabæklingin okkar sem er á vefnum hjá okkur og fara síðan aðeins yfir örfá atriði úr skattframkvæmdinni sem að fræðimenn í það minnsta myndu kalla áhugaverðar. Þannig að vindum okkur bara í þessar skattalagabreytingar. Þannig að hoppum yfir 2 glærur. Ég er með flettarann, já þetta er bara hérna. Við ætlum að byrja á öllu því sem öllum finnst langskemmtilegast, það er virðisaukaskatturinn. En það er gríðarlega mikilvægt að hafa í huga, sérstaklega fyrir þau fyrirtæki sem er að veita þjónustu til erlendra aðila, að breyting varð í júní í fyrra á lögum virðisaukaskatt, þar sem hinn svokallaða fjarlægðarregla var að fullu innleidd. Hún felur það í sér að þegar er að ræða viðskipti milli landa að þá skuli í raun og veru þjónustan vera skattlögð þar sem endanleg neysla og nýting hennar fer fram sem er í ríki þjónustu kaupanda og er þá salan undanþegin vaskildri veltu hjá þjónustu veitanda eða í því ríki. Hér áður vorum við alltaf einhvern veginn að reyna að velta fyrir okkur hvort að þjónustan hefði verið seld frá Íslandi. Í dag er þetta miklu einfaldara. Er þjónustu kaupandinn atvinnufyrirtæki? Er hann erlendur, þá er þetta undanþegin velta. Það er eins og þannig að það eru nokkrir þjónustu þættir sem eru undanþegnir í þessu. Ég hendi þeim hann upp á glærun og ætla svo sem ekki að fara yfir þá sérstaklega að öðru leyti en að nefna að þetta varðar einkum fasteignir, gistingu, veitingastarfsemi og annað svona sem er raunverulega nýtt hér á landi þó að kaupandinn sé vissulega erlendur. En ég ætla svona í ljósi þessa ráðherrar óska eftir tillögum og þá skulum við bara koma með tillögu og reyna að leggja okkur fram með það að svona ítreka mikilvægi þess að virðisaukaskattslögin verði tekin til heildar endurskoðunar. Þau eru frá maí, held ég, örugglega, 1988 sem er samkvæmt Vísindavefnum ári og 2 mánuðum áður en að Ísland tengdist internetinu. Þannig að það er mikilvægt að uppfæra þau til samræmis við nútímann. Nú, svona talandi rannsóknir og þróun og það er svona kannski þemað hér í dag að bandormurinn svokallaði hafði að geyma þó nokkrar breytingar á þessari ívilnun, þessum skattafrádrætti.
Hann var fyrst kynntur til sögunnar árið 2010 og hefur tekið þó nokkrum breytingum, sér í lagi kannski fjárhæðir og frádráttar hlutföll, en nú fengum við að sjá svona breytingar varðandi framkvæmdina kannski fyrst og fremst. Nú í fyrsta lagi þá var það þannig að upphaflega stóð til að draga hámark kostnaðarins saman, lækka það úr 1100 milljónum, en líka að draga úr hlutfallinu, það er að segja hérna einlegu frádráttar hlutfalli. Efnahags- og viðskiptanefnd sem betur fer sneri frá þeim plönum og ég vona að ráðuneytið ætli ekki að endurvekja þær tillögur á komandi þingi. En það er hins vegar þannig að hámarkið núna nær til allra tengdra aðila og tengdra aðila til einföldunar eru innan samstæðna, þannig að það er alveg viðbúið að einhver félög hér heima sem eru hluti af samstæðu og eru með algjörlega ólík og aðskild og þ-verkefni muni svolítið líða fyrir það að frádrátturinn á við bæði, eða það er að segja hámarkið. Síðan erum við að sjá það líka núna að það er komin takmörk á framlengingu verkefna. Fyrirkomulagið er í grunninn þannig að það er sótt fyrir ný verkefni í október og síðan er sótt framlengingu þar sem að þau iðulega teygjast yfir fleiri en 1 ár fyrir 1. apríl. Nú er eingöngu heimilt að framlengja þessu 3 sinnum, en þó þannig að aðilar geta sótt nýtt verkefni og grundvelli eldra verkefnis ef þeir sýna fram á áfangamarkmiðum hafi verið náð. Þetta hljómar allt rosalega lógískt, en það er auðvitað þannig að þessi verkefni, rannsóknar- og þróunarverkefni, þau auðvitað ganga sjaldnast upp eins og plönin gera ráð fyrir. Það er svolítið í eðli þeirra. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig Rannís meðhöndlar það hvað varðar kröfur á að sýna áfangamarkmiðum hafi verið náð. Kannski í þriðja lagi að þá er nýmæli að Rannís getur núna afturkallað sínar staðfestingar. Ég veit að fulltrúar þeirra eru hérna í salnum í dag og verður áhugavert að sjá hvernig þau beita þessu. Upphaflega þá var þetta tiltölulega óljós heimild, að mínu mati í það minnsta, en er núna bundin við það að rangar eða villandi upplýsingar hafi verið gefnar. Algjörlega lógískt, enda viljum við auðvitað ekki að fyrirtæki séu að villa fyrir og fá einhverja frádrætti úr skatt úr fjármagn úr sameiginlegum sjóðum okkar. Það er hins vegar auðvitað alltaf þannig að þetta getur verið mjög matskennt. Þessar umsóknir eru langar, það eru gerðar kröfur miklar upplýsingar, þannig að hvað er mögulega villandi? Þá aftur eftir að koma í ljós hvernig Rannís horfir á það, en það er að mínum mati verulegur ágalli á þessu fyrirkomulagi að ákvarðanir Rannís eru endanlegur á stjórnsýslustigi, þannig að eina leiðin er að fara í mál við ríkið. Og sér í lagi kannski núna þar sem að ríkisskattstjóri er heimilt að leggja sérstakt álag ofan á leiðréttan frádrátt, að þá er þetta svolítið bagaleg staða sem að fyrirtæki eru í. Og ég veit til þess að þó nokkur sendu inn ábendingar þetta í samráðsgáttin annars vegar og síðan fyrir þingið hins vegar, enda er þetta gríðarlega mikilvægt tól eins og ég gerir ráð fyrir að Ingvar komi meðal annars inn á eftir og þið heyrið hér í innsljónum fyrir þessi félög bæði að fá lánsfjármagn og að ná sér í fjárfesta. Nú, kannski að lokum að þá er það þessi reglugerðardrög og það er þannig að umhverfið er sjaldnast einfalt. Það er alltaf eitthvað að koma upp. Það eru löggjöf, það er fyrirhuguð löggjöf, það eru frumvörp, það eru ákvarðanir, það eru úrskurðir og síðan eru reglugerðir. Og þessi reglugerð með minnir var samþykkt 22. desember og hún hefur geyma ýmsar breytingar á þessum reglum og ég ætla að kalla það breytingar því að þar á meðal er kveðið á að erlendir styrkir frá opinberum aðilum erlendis falli undir hámarkið. Og það er auðvitað þannig að eins og þegar við séð í fjölmiðlum að það færist í aukan að íslensk fyrirtæki fái tiltölulega stóra styrki erlendis frá opinberum aðilum, þannig að það mun aftur kannski hafa þau áhrif að fleiri og fleiri íslensk félög fá lægri skattfrádrátt eða jafnvel engan. Og síðan er reglugerðin í raun og veru líka að þrengja skilgreininguna á þróun og þar er þetta þannig að nú þurfa breytingar á vörum og þjónustu að fela í sér í grundvallaratriðum verulega þróun nýrrar þekkingar og færni. Ég veit ekki með ykkur en ég veit ekki alveg hvað felst í þessu. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig Rannís á eftir að útfæra þetta allt saman og gerir nú ráð fyrir að það reyna þess á framkvæmdina þar. En ég ítreka að það er mikilvægt fyrir öll félög sem eru í rannsóknar- og þróunarstarfsemi og með staðfest verkefni hjá Rannís að kynna sér vel þessar breytingar. Nú hafa farið aðeins yfir örstutt áðan í innleiki Heiðrúnar varðandi gistináttaskattinn og innviðagjaldið. Þannig að ég ætlaði nú staldra við tvo aðra þætti. Það er annars vegar almannaheillafélög og það er hins vegar mánaðarskil í vaski, svo við förum aftur í þetta skemmtilega topic sem að virðisaukaskatturinn er.
Almannaheillafélögin það búið að þrengja örlítið svona, hvað ég segja, heimild þeirra til annars konar atvinnureksturs eða til tekjuöflunar. Og ætlunin var þar að auka skýrleika og draga úr því hættun og því að þau félög stunduðu umfangsmikinn atvinnurekstur. Það hefur verulega aukist, ef þið kíkið á listan hjá RSK, félög sem skráður á almannaheillaskrá, þarna eru meðal íþróttafélög og björgunarsveitur og aðrir góðir. En það má svona búast við því að einhver af þessum félögum fái fyrirspurnir á næstunni og verði mögulega afskráð, en þó ekki þau sem ég nefndi þarna áðan, svona ef við horfum á skýringarnar í greinargerð laganna. Nú, gistináttaskatturinn eins og komið var inn á, þetta var hækkað, breyttist aðeins með skemmtiferðaskip í innanlandssiglingum og síðan var það innviðagjaldið á erlenda, það er að segja skip í millilandasiglingum, og rökin eru í raun og veru þau að þessi skip, þessi rekstraraðilar, greiða takmarkaða skatta til Íslands og njóta tollfrelsis. Þannig að tilgangurinn er að jafna samkeppnisstöðu. Hvað varðar vaskbreytingarnar, þá er kannski núna mikilvægt að hafa í huga. Mánaðarskil, þetta hljómar tæknilegt, þetta hljómar ekkert sérlega spennandi, en þetta er þó þannig að það er verið að víkka út heimild ríkisskattstjóra til þess að skikka ákveðin fyrirtæki í mánaðarskil á virðisaukaskatti, til þess að gera þeim kleift að hafa betra og skilvirkara, meira rauntíma eftirlit með þessum aðilum. Þetta í raun og veru gilti áður einstaklinga sem hefðu orðið gjaldþrota eða félög sem voru með eigendur, framkvæmdastjóra eða stjórnarmenn sem hefðu orðið gjaldþrota á næstliðnum 5 árum. Nú þarf einstaklingurinn sjálfur ekki að hafa orðið gjaldþrota, heldur nægir hann hafi verið í ábyrgðarstöðum sem ég nefndi áðan, og að sama skapi eru öll félög með einstaklinga sem hafa mögulega verið í ábyrgðarstöðum hjá fyrirtækjum sem hafa orðið gjaldþrota, nú þurfa þau líka að fara í mánaðarskil. Þannig að breytingin þarna er liður í að tækla þess svokallaða kennitöluflakk og útfararstjóra. Þannig að þá á hann reyna að ná raunverulegum eigundum þessara fyrirtækja. Nú, það var komið þess inn á tóbaksgjaldið, eða ekki tóbaksgjaldið nikótínskattinn á nikótínpúðar, afréttur og áfyllingar sem af einhverjum ástæðum fékk miklu meiri umfjöllun heldur en allt hitt þegar þetta var til umræðu, en það sýnir svona áhuga Íslendinga á skattamálum kannski. Annað sem vert er að hafa í huga, tekjuskattur fyrirtækja lækkaði, hann var settur á hækkaður 1% fyrir rekstrarárið 24, tímabundið, það gekk tilbaka, klálega svona efni til þess að gleðjast yfir því. Hlutabréfakaup hafa komið og það sá ég í innslaginu hérna áðan. Það var þannig að einstaklingum var heimilt að draga ákveðið hlutfall af fjárhæð sem fjárfest var í litlum fyrirtækjum í vexti frá tekjuskattsstofni. Þessi heimild var ekki framlengt, þannig að í raun og veru náðum til 24 og þó álagningar 25 og ágætt kannski að ráðuneyti skoði það hvort að það sé ekki rétt að endurvekja þessa heimild. Skattmatið, við fórum yfir það hérna í fyrra, það voru gerðar ótrúlega mikla breytingar, töluverðar breytingar á því, það sem meðal annars var verið að herja á bankakortin, bankakort sem voru gefin í jólagjöf til starfsfólks fyrirtækja væru ekki eins og gjafakort, þau væru alltaf skattskyld. Nú er búið að víkka þetta út, þannig að kort sem að fást skipt fyrir peninga, ekki bara bankakort, þau eru skattskyld. Þau eru ekki, þið skulle ekki vera að gefa þau í jólagjafir. Þannig að og svo er alltaf spurningi hvort að svona hvenær þetta endar. Ef ég verð nú svo lánsamur að fá, ég veit ekki, hangikjöt frá Deloitte í jólagjöf, ef ég sel það á bland á næsta ári, þú veist hvernig þetta útfærist allt saman. En því að allt er þetta jú einhvers konar verðmæti. Viðurgjörningar, hámarkið hækkað 10.000 krónur. Þessir viðurgjörningar, þetta er raun og veru allt sem er gert fyrir starfsfólk, er þá hámarkið 185.000 núna. Þá má svo sem alltaf deilum það hversu hátt þetta á að vera, en ég held að það sé nú alveg óhætt að segja að það eru ansi mörg fyrirtæki sem að fara vel yfir þetta hámark, svona af því að þau eru alltaf að reyna að gera vel við sitt starfsfólk. Þannig að og svo að lokum Ísland.is, ég ætla ekki að staldra við þetta, en það er mjög mikilvægt að forsvarsmenn fyrirtækja fylgist vel með pósthólfinu og Ísland.is því að allar ákvarðanir, úrskurðir og bréf og annað frá skattinum verða birt þar framvegis. Nú, það eru 2 frumvörp sem að ég og mun fleiri höfum saknað og það er kannski eitthvað svona í þessu ljósið sem að ráðherra var að fara yfir áðan, hvernig má einhvern veginn nýta skattkerfið til þess að hvetja en ekki bara letja. Og í þessu þá kannski í fyrsta lagi má nefna frumvarp sem er búið að leggja fram að ég held 2 sinnum, í mars í fyrra og í október, og svo út af dollu að þá gerðist ekki neitt.
En þetta frumvarp hefur að geyma í raun og veru 2 megin efnisþætti. Í fyrsta lagi það þannig að það var afnema, eða það var lagt til að afnema skattlagningu á hagnað erlendra aðila á sölu hlutabréfa hér á landi og svo var það hin svokallaða 10 ára regla varðandi nýtingu yfirfæranlegs taps. Í báðum tilvikum að þá Ísland í raun alveg eitt á báti. Við erum svona, eins og oft með svona ákveðnar sérreglur sem að koma fjárfestingum í þessu tilfelli ekkert sérstaklega vel. Þannig að okkar mati að þá gríðarlega mikilvægt að ráðherra taki það upp á sína arma að keyra þetta mál áfram og sérstaklega kannski ef við horfum á þessi 10 ára mörk og svona í ljósi þeirra áherslna í dag varðandi rannsóknir og þróun, þá það auðvitað þannig að þetta margra ára verkefni að fara í slíkar fjárfestingar. Þannig að 10 árin eru bara, eru engan veginn að duga. Það hefur við séð margoft. Nú síðan það boðað frumvarp lágmarksskattlagningu fjölþjóðlegra fyrirtækja. Það þannig að OECD-löndin hafa verið að breyta reglunum hjá sér og Evrópuþjóðirnar allar þá til þess að innleiða þennan svokallaða lágmarksskatt sem í daglegu tali kallað svona Pillar 2. Þetta á eingöngu við fjölþjóðlega samstæður með yfir 750 milljónir evra í veltu og þó að þær séu kannski ansi fáar á Íslandi að þá á þetta líka við dótturfélög slíkra samstæðna á Íslandi. Þetta virkilega flókið regluverk og við erum ekki búin að sjá neitt frumvarp, við vitum ekki hvernig þetta verður útfært og þetta svona dæmi óvissu sem bara almennt óholl og svona hvetjum við þá ráðuneyti til þess að taka þetta mál líka áfram og klára það. Nú þá það skattframkvæmdin og þar eru nokkur atriði sem að mig langaði aðeins að fara yfir. Í fyrsta lagi þá það sem að mig langar svona að kalla sem einhvers konar álagsútgerð. Það að segja við erum að sjá í auknum mæli að skattyfirvöld að taka ákvarðanir, að úrskurða svo virðist sem þeim eina tilgangi að sækja álag og dráttarvexti sem að svona í mínum huga kemur illa saman við áherslunum rétta skatta. Og ég með 3 dæmi þarna upp á glærunni. Það fyrsta varðar í raun og veru bara tilfærslur. Það verið að færa innskatt á milli vasknúmera. Það engin skuld, það allt borgað, allt eins og það á að vera. En við tilfærsluna að þá á einhverjum ástæðum að þá lagt til, eða þá í raun og veru úrskurðað, að þessir aðilar þurfa að borga álag og dráttarvexti ofan á þá fjárhæðir sem eru færðar á milli. Ég finnst þetta ekki ganga upp að einu leyti. Nú við sjáum líka tilvik þar sem að ríkisskattstjóri að hafa skoðanir á því og bara fínt að hann hafi skoðanir á ýmsu hvar kostnaður að vera innan samstæðna. Hvort að einn aðili að bera kostnaðinn eða einhver annar. Ágætis ábending. En það hins vegar þannig að þó að annar aðilinn hefði rukkað hinn aðilann innan samstæðna, allt samskattað, þá hefði það engin áhrif á tekjur ríkissjóðs. Þetta núllast út í samsköttum. En það verið að leggja á álag og dráttarvexti. Nú þriðja dæmið þarna uppi snýr að úrskurði frá árinu 2022 hjá yfirskattanefnd þar sem að svona óljós réttarframkvæmd var skýrð og fallist var á að fella niður álag og dráttarvexti í því tilfelli. Fullkomlega lógísk nálgun, óljós réttarframkvæmd, skattaðalarnir gátu svo sem ekkert gert sér grein fyrir því að þeir væru mögulega að gera eitthvað vitlaust, þannig að af hverju að vera hegna þeim að óþörfu. Við erum hins vegar að sjá sambærileg mál vera að dúkka upp núna, það að segja sem að varða sambærilega þætti sem eru þarna uppi og þau mál varða fyrri ár fyrir 2022, þar sem að réttarframkvæmdin var vissulega óljós, en það samt verið að leggja á álag og dráttarvexti. Þannig að hérna svona að mínu mati, mínu persónulega mati, hér svona eftirlits- og aðhaldshlutverk skattyfirvalda komið út fyrir eðlileg mörk. Nú bifreiðarhlunnindi, þau ykkar sem eru hér inni og eru að hlusta sem eru með bifreiðarhlunnindi og eru eigendur eða framkvæmdastjórar fyrirtækja. Það mjög mikilvægt að þið farið aðeins yfir hvernig þeim málum háttað hjá ykkur því að það ekkert gefið eftir í þeim efnum. Og við höfum verið að sjá ansi mörg verkefni, eða ansi mörg mál og marga úrskurði sem varða þessi hlunnindi og kannski sérstaklega í ferðaþjónustu og í landbúnaði og bílar sem eru sér útbúnir til þess að flytja fólk upp á hálendi eða þaðan af meira og nema hvaða skattaðilinn getur ekki sannað með gögnum að hann hafi ekki mögulega notað eða haft umráð yfir þessari bifreið á þeim árum sem eru þar undir. Og það er svona þetta klassíska, hvernig sannar maður eitthvað sem gerðist ekki?
Það algjörlega ómögulegt. Þannig að það mikilvægt að hafa þetta í huga og síðan það málshraðareglan og það auðvitað þannig að hún ekkert ný fyrir síðastliðna 12 mánuði. Við höfum oft áður komið inn á þetta og margir aðrir. Það hins vegar allt og mörg dæmi það en þá að mál liggi allt og lengi, mánuðum saman jafnvel, hjá skattyfirvöldum, á meðan að skattaðilar fá allt og knappan frest til þess að bregðast við. Og það auðvitað bara grundvallaratriði að skattaðilar fái að njóta andmælaréttarins og grundvallaratriði auðvitað skattyfirvöld rannsaki mál réttum hætti og leitist við að upplýsa alla anga þess. En skýrustu dæminu þetta eru alltaf svona korter í jól. Það voru eldri mál að fyrnast, það koma fyrirhugaðar boðanir frá skattyfirvöldum svona í lok nóvember, jafnvel byrjun desember og það verður að klára málið. Annars fyrnist elsta árið. Og þá þurfa skattaðilarnir, þá fá kannski 10 daga, 14 daga í mesta lagi til þess að grípa til varna. Þannig að málshraðareglan einhvern veginn, hún farin að hegna skattaðilunum allt of mikið. Og svona stundum hefur maður þá tilfinningun einhvern veginn að drög að úrskurði séu klár. En ég vona að svo sé alls ekki. En hér þarf að gera virkilega bragarbót á og vona ég að það svona falli undir þessa áherslu ráðherra á skilvirkni í skattareglunum og framkvæmdinni. Nú, að lokum, og veit ekki hver ég stend í tíma, en þá langar mig að nefna að öll öðru meði og það eru leiðbeiningar ríkisskattstjóra skattlagningu eða skattskyldu íþróttastarfsemi sem að sýna það auðvitað að skatturinn einhvern veginn teygir sig til allra anga samfélagsins. Og það þannig að íþróttafélög á Íslandi eru nú knúin áfram að mörgu miklu leyti af sjálfboðavinnu, fólki eins og ykkur sem tekur að sér eftir vinnu og helgar að sinna einhverjum flokkum fyrir börnin sín. En þetta mjög áhugaverður bæklingur sem var gefin út, eða leiðbeiningar öllu heldur, í febrúar í fyrra og fór ekkert allt of hátt. Þarna ríkisskattstjóri að fara og bara með mjög fínum hætti yfir ýmsa þætti, virðisaukaskatt í rekstri íþróttafélaga, tekjuskatt sem og skattskyldu leikmanna og þjálfara. Og það kannski það sem langaði aðeins að varpa hér ljósa á. En ríkisskattstjóri ítrekar auðvitað greiðslu til leikmanna og þjálfara eins og bónusar fyrir unna leiki og fleira í þeim dúr. Þetta sé allt staðgreiðsluskyld. En það hins vegar þannig að ríkisskattstjóri að ítreka afstöðu þá sína þarna líka að almennt eigi að telja leikmenn og þjálfara sem launamenn. Þannig að það í raun og veru íþróttafélagana að skila staðgreiðslu af launum leikmanna og þjálfara sem og greiða tryggingagjald og mótframlag í lífeyrissjóð. Þannig að ég hvet íþróttafélögin til þess að horfa aðeins á það hjá sér hvernig málunum háttað, en þetta auðvitað flókið. Og ríkisskattstjóri nefnir sérstaklega í þessum leiðbeiningum að hann sé ekki að kveða á vinnuréttarlegt samband leikmannanna, heldur eingöngu skattalegt. Og ég skil alveg að þau hafi ekki hætt sér út í það ekki þeirra hlutverk. En það auðvitað líka þannig að leikmenn kannski í íþróttum ekkert alveg eins og hefðbundið starfsfólk. Það í það minnsta ekki auglýst eftir vinstri bakverði hjá Breiðablik á alfred.is. Þannig að það eðlismunur þarna á. En mér langaði að nefna þetta í lokin. Þá held ég sé búinn. Takk hérlega fyrir mig. Gersilica þess að tæknifyrirtæki en okkar alstarfsemi felst í því að taka kísil úr jarðhitavatni við jarðvarmavirkjanir. Núna erum við með starfsstöð á Hellisheiði og við tökum þar kísilinn úr jarðhitavatninu. En þetta framúrskarandi tækni sem þekkist hvergi annars staðar á heimsvísu og við erum eina fyrirtæki sem gerir þetta, framleiðir kísil á svona náttúrulegan hátt. Það sem hefur kannski hjálpað að það orðin svona aukin vitund og stuðningur við nýsköpunarverkefni og það hefur hjálpað og styrkt stöðu sprotafyrirtækja á íslensku markaði. Það getur líka verið erfitt og skattkerfið gerir oft erfitt fyrir og sérstaklega á þessum fyrstu 5 árum þar sem nýsköpunarþróun að eiga sér stað, en þá koma oft athugasemdir frá RSK og það mikil vinna fyrir fyrirtæki að safna saman gögnum og setja allt saman til þess að sanna að þarna sé nýsköpunarþróun í gangi. Til að bæta stöðuna myndum við kannski leggja til að væri meiri fyrirsjáanleiki
í þessu umhverfi að það væri svona ákveðin vissa með kostnað, endurgreiðslur og allt þetta og að það væri kannski styttri biðtími milli útlagskostnaðar og þá endurgreiðslunar. Það myndi styrkja stöðu nýsköpunarfyrirtækja og sprotafyrirtækja og gera þeim auðveldara fyrir og kannski leyfa þeim þá að einbeita sig meira að rannsókn og þróun og því sem þau gera best. Bjóðum velkomna á svið Maríu Guðjónsdóttur, lögfræðing viðskiptaráðs. Aðgát skal höfð í nærveru fjármagns. Góðan og gleðilegan skattadag og gaman að fá að vera með ykkur hér í dag. Hagsæld byggir á því hversu mikið við framleiðum og svo við getum framleitt vörur og þjónustu sem eftirspurn er eftir, þurfum við að tryggja það að hugmyndaríkt fólk hafi aðgang að fjármagni svo það komi hugmyndum sínum í framkvæmd. Og þess vegna er mikilvægt að bæði fólk og fjármagn búi við umhverfi sem styður við verðmætasköpun og þar leikur skattkerfið mikilvægan þátt. Ef það er samkeppnishæft við önnur lönd eru miklar líkur á því að hugmyndaríkt fólk hafi aðgang að fjármagni. Flest lönd reyna að laða til sín öflugan mannauð og stilla fjármagnstekjuskatti í hóf. Þar sem háir skattar á fjármagnstekjur hafa fælandi áhrif á fjárfestingu sem leið er grundvöllur verðmætasköpunar og bættra lífskjara. Og hér ætla ég að huga kannski sérstaklega að umgjörð fjármagns því líkt og segir í titlinum, þá skal aðgát höfð í nærveru fjármagns. Hér sjáum við fræga mynd af Kirsti Bergó, leiðtoga norska sósíalistaflokksins, við svokallaðan skammarvegg eða wall of shame á ensku. En flokkurinn kom upp þessum vegg til að smána fjárfesta sem höfðu yfirgefið Noreg vegna hárra skatta á óinnleystan hagnað. Einn þeirra sem yfirgaf landið en endaði á veggnum er Fredrik Haga, en hann var stofnandi nýsköpunarfyrirtækis sem hann hafði byggt upp frá grunni og jafnvel ekki þegið laun fyrir, en gerði það að einn af fyrstu einhyrningum Noregs. En svo mætir honum allt í einu himinháskattar á óinnleystan hagnað sem að hann segir að sé margfalt á við árslaunina hans og á samskapi gat hann ekki leyst fjármagn út úr fyrirtækinu út af hlutafar hafi komið inn með forgangsrétt í hlutabréf. Þannig að hann neyddist til að yfirgefa Noreg. Þannig að Norðmenn hafa kannski svo sannarlega fengið að kynnast því að fjármagn er vissulega kvikur skattstofn. Megineinkenni góðra skattkerfa er að þau séu einföld, gagnsæ, skilvirk, fyrirsjáanleg, stöðu og samkeppnishæf. En þau eru líka oft mjög flókin fyrirbæri og tyrfin. Og kannski til þess að átta okkur aðeins á kerfinu þurfum við aðeins að skoða skóginn í heild til að byrja með. Eins og Halli kom inn á hérna áðan, þá eru talsverðar hömlur á erlenda fjárfestingu á Íslandi. Af OECD-löndunum eru aðeins Nýja-Sjáland og Mexíkó tortryggnarríkar erlendra fjárfestingar en við hér á Íslandi. Við erum líka langt frá OECD-meðaltalinu og hinum Norðurlöndunum. Þetta í raun og veru gerir íslenskum fyrirtækjum mjög erfitt fyrir að sækja sér fjármagn erlendis sem er nauðsynlegt svo þau geti vaxið. Reglulega er rætt að hækka fjármagnstekjuskatt og færa nær því sem við þekkjast á hinum Norðurlöndunum. Skattstofninn er reyndar ekki sá sami og kerfin er ekki samræmd og það gilda mismunandi reglur skattprósentur, frádráttarliði og töluvert og þá er svo erfitt að bera saman. Það sem þau eiga hins vegar sameiginlegt er að þau skattleggja nafnávöxtun en ekki raunávöxtun. En eins og þið sjáu hér, þá er í raun og veru að jafnaði hærri skattlagning á verðbólgu en raunávöxtun á Íslandi. Og þrátt fyrir að skattprósentan hér á fjármagnstekjuskatt sé lægri en á hinum Norðurlöndunum, er raunskattlagning mjög áþekk því sem þekkjast á hinum Norðurlöndunum.
Við rekum svo líka lestina þegar kemur að tvísköttunarsamningum. Einn af þeim þáttum sem dregur okkur mjög mikið niður í samkeppnishæfni skattkerfa nákvæmlega þessi liður og við erum með fæsta tvísköttunarsamninga Evrópuríkja innan OECD en tvísköttunarsamningar leiða meðal annars til þess að draga úr tvísköttun, uppræta skattaendranir og auðvelda viðskipti og fjárfestingar yfir landamæri. Og nú við aðeins farið yfir skóginn og þá kannski fínt að fara aðeins dýpra og skoða einstaka brotalamir og kvista. Eðli máls samkvæmt get ég ekki farið yfir hvern einasta kvist skógarins í þessu erindi, en ég ætla að reyna að taka hérna nokkur dæmi skattlagningu fjármagns sem þarfnast endurskoðunar. Það grunnhugsun í kerfinu okkar að félög geti fjárfest sín á milli og sé aðeins skattlög þegar eigendur þeirra innleysa hagnað til sín. Það svo við séum ekki að takmarka fjármagn á meðan fyrirtækin eru búa til verðmæti. Verðbréfamarkaðir gegna hérna mikilvægu hlutverki og virkni á markaði hefur mikil áhrif á hagvöxt í landinu. Þegar verðbréfamarkaðir eru virkir skila þeir mun sterkara atvinnulífi og auknum tækifærum til ávöxtunar. Verðbréfamarkaðir leiða því saman fjárfest annars vegar og fyrirtæki hins vegar. Og samkvæmt lögum verðbréfaviðskipti telst bæði hlutabréf og hlutdeildarskírteini til verðbréfa. En við skattleggjum þau hins vegar með mjög ólíkum hætti. Við leggjum fjármagnstekjuskatt á sölu, hagnað og arfegna hlutabréfa, en tekjur af hlutdeildarskírteinum eru skattlagðar eins og vaxtatekjur. Þetta þýðir að fjárfesting félaga í sjóðum skattlögð með allt öðrum hætti en fjárfesting félaga í hlutabréfum, jafnvel þó að sjóðurinn fjárfesti einungis í hlutabréfum. Millileiðalaus fjárfesting í hlutabréfum gengur bara vel fyrir sig og fjármagni fær að flæða á milli og ekki skattlagt fyrr en eigandi leysir til sinn hagnað. En fjárfesting í gegnum verðbréfasjóð felur að einhver leyti í sér tvöfalda skattlagningu, annars vegar að því það skattlagt óháð því hvort hagnaður hafi innleystur á hverju einasta ári og svo skattur hagnað við innlausn hlutdeildarskírteinis. Og við teljum mjög mikilvægt að breyta þessu. Og með því að horfa í gegnum verðbréfasjóði fjárfestingur milli félaga væri hægt að tryggja sambarlega skattframkvæmd á fjárfestingum í hlutabréfum og sjóðum, sem ætti þá leið að leiða til aukinnar fjárfesting í hlutabréfum og áhættudreifingar og sérhæfingar þegar kemur að miðlum fjármagns í gegnum sjóði. Í núverandi fyrirkomulagi getur fyrirtæki í raun og veru þurft að selja sig út úr verðbréfasjóði til að standa skil á greiðsluskatta og mun eðlilegra væri að skattleggja hagnað af hlutdeildarskírteinum við innlausn þeirra en við gerum það til dæmis í tilfelli einstaklinga. Ísland aðili að EES-samningnum og það þýðir að hér á að vera frjálst flæði fjármagns. En samt sem áður leggjum við 22% fjármagnstekjuskatt á gengishagnað sem myndast á innlánsreikningum í erlendri mynt. Skatturinn staðgreiðsluskyldur fyrir einstakling og erlenda aðila en lögaðilar undanþegnir. Gengishagnaður myndast á í raun og veru þegar gengi krónur hefur lækkað gagnvart myntinni frá innlegg og þá fram með úttekt. En ef við tekum dæmi lukkulága sem fer í svartabankan og leggur inn $100. Hann færir svo $100 yfir á annan reikning og ef að gengi krónur hefur veikst á milli þessara tíma, þá hann skattlagður og hann þarf að greiða staðgreiðslu. Þetta þýðir raun og veru að hann á ekki lengur $100. Þetta gerist líka ef hann millifærir inn á evrureikning, þá samt miðað við gengi krónu. Og innlánsstofnunum ber að innheimta staðgreiðsluna strax, hvort sem úttekt á reiðufé eða millifærslu milli reikninga. Og það mjög þröng skilyrði fyrir að telja gengistapi á móti þær í raunverulega innan sama árs og innan sama reiknings. Viðskiptaráð vill því leggja til 6 umbótatillögur þó vissulega væri hægt að leggja fram margvíslega fleiri skattalöggjöf og framkvæmd hér á landi. Ef við tölum úrbætur á skóginum, þá að bjóða erlenda fjárfestingu velkomna og gera aðlaðandi fyrir erlenda aðila fjárfesta hér á landi. Við að fjölga tvísköttunarsamningum og einfalda viðskipta milli landa og við að hafa það meginreglu að skattleggja raunverulegan hagnað, hvort sem það við innlausn
eða raunávöxtun. Og svo eru ennþá til staðar þessu dauði tré sem við þurfum að fella og afnema þessar skaðlegu reglur sem hindra það fjármagnflæði hagkerfið án óþarfa hindrana. Og þetta þá að frádráttarheimild félaga horfi gegn verðbréfasjóði þannig að hlutabréf og hlutdeildarskírteini séu skattlögð með svipuðum hætti. Við þurfum að skattleggja hlutdeildarskírteini allra aðila við innlausn þeirra og við eigum að afnema staðgreiðsluskyldu á gengishagnað erlendra aðila einstaklinga. En við getum líka svona bara sleppt í að skattleggja einstaklinga. Það eru mörg ríki sem að skattleggja ekki gengishagnað einstaklinga. Og ef við byrjum þarna, þá getum við ýtt undir aukna fjárfestingu í Íslandi og fengið þennan fallega skatt og skó. Takk fyrir mig. Bjóðum velkomin á svið Ingvar Hjálmarsson, framkvæmdastjóra Nox Medical, verðmætasköpun með hugvitið að vopni. Góðan daginn, kæru gestir. Mikið óskaplega hefur þetta verið fróðlegur morgun hér í dag. Gaman að heyra í fjármálaráðherra og það er aðdáunarverð þekkingin sem að María og Haraldur búa yfir á þessum mikilvæga málaflokki. Ég kem með þessi fulltrúi hugverkafyrirtækja í dag. Þessar fyrirtæki sem að fjárfesti í rannsóknum og þróun og flytja út vörur. Ég segi flytja út hugmyndir. Ég var með skilaboð til ráðherra áður en hann þurfti að hlaupa út, reyndar á ríkisstjórnarfund, þannig að hann er löglega afsakaður. En ég náði að koma þeim til hans að hann satt við hliðina á mér áður en hann hljópa út. Og skilaboðin eru svo sem ekkert flókin. Að með því að hlúa áfram að hugverkaiðnaðinum á Íslandi að er verðmætasköpun og hagsæld þjóðarinnar tryggð til lengri tíma. Þetta er svona sirka skilaboðin sem ég ætla að færa hér í dag. Ég ætla að gera það með 4 þáttum. Ég ætla aðeins að segja ykkur Nox Medical sem er fyrirtæki sem ég starfa hjá og starfa hjá hríð. Ég ætla að hætta mér inn á sleipar slóðir. Ég ætla að ræða hlutverk skattkerfisins. Svo að því ég sögu áhuga maður, þá ætla ég aðeins að fara í söguna líka, en svo að sjálfsögðu verðum við að horfa til framtíðar. Má kannski nýta með því að fjármálaráðherra var sammála mér. Það var mjög skemmtilegt að heyra og mjög sammála mér hversu mikilvægt það var að hlúa áfram að hugverkaiðnaðinum á Íslandi. Förum aðeins inn í Nox. Við erum í svefnbransanum. Annað áhugavert, skattar og svefn, þetta fer svo sem örugglega ágætlega saman. Ég held að flest ykkar hér inni kannist við það að við lifum á öld svefnleysis. Hversu margir hér sváfu vel í nótt? Ég svaf ekkert sérstaklega vel, ég var pínu stressaður fyrir þessu að ég hef ekki gert þetta áður. En svefnleysi er ekkert gaman mál. Helmingur fólks það kvartar yfir því að slæmur svefn hafi bara neikvæð áhrif á dagleg umsvif þeirra. Og þeir sem vita það hvað það er, þeir með kannski oft eiga nýbörn eða eitthvað, þetta getur verið ótrúlega erfitt. En þetta er almennt og risavaxið vandamál. Þetta hefur mikil heilsufarsleg áhrif á samfélag og einstaklinga. Þetta minnkar getu heilans til að búa til minningar. Það er aukin áhætta á Alzheimers og elliglöpum. Það er eldishraðar, testosteroni minnkar. Ónæmiskerfið geta þess minnkar, eins og fólk heyrði kannski í COVID. Krabbameins áhætta, hjarta- og æðasjúkdómar og skert hugræn geta. Það verður heimskari ef maður sefur verð. En þetta er áhrifin á einstaklingin. Það er búið að mæla hagræn áhrif líka að þarna eru stórar tölur. Þetta er svona tölur sem að ég á svolítið erfitt með. Ég veit ekkert almennilega hvað eru $50 miljardar. Svona 18 fótboltavellir af einhverju. En við tókum okkur til einhvern tímann og reiknum þetta heimferð með íslenska veruleika. Það má gera ráð fyrir því að á hverju einasta ári er lélegur svefn að kosta íslenskt samfélag sirka bát það sem það kostar að smíða einn nýjan Landspítala. Hverju ári. Tikk, tokk. Þannig að þetta er samfélagskostnaður, mikill samfélagskostnaður og risavaxið tækifæri þarna framöndan. Hvað er Nox að gera í þessu? Við þróum og framleiðum lækningatæki. Þetta eru háþróaði skynjarar, þetta eru skýjatengt mælitæki, þetta er gervigreind og hugbúnaður sem við framleiðum, þróum hér á Íslandi, látum framleiða í Kína, flytjum þetta inn og seljum út allan heim, 50 löndum. Sagan er verðlaunum skrýtt við fyrirtækið stofnað 2006, þetta er 18 ára gamalt fyrirtæki. 2009 koma fyrstu vörurnar út, þökk sé fjárfestingu í upphafi frá englum og góðu rannýst og tækniþróunar sjóðar umhverfi. Fyrstu vörurnar koma út og fyrirtæki skila hagnaði. Uppbygging alþjóðlegs dreifinets byrjar. 2014 koma næstu vörur, því við erum að halda áfram að fjárfesta. Við erum ekki að tjalda til einna nætur, við sem erum í hugverkaiðnaðinum, við erum sífellt að þróa og fjárfesta.
Svo aukum við fjárfestingu okkar í rannsóknum og þróun, við fáum stóra Evrópustyrki, við sameinumst og verðum stærra fyrirtæki. 2020 erum við að fara í næstu, leggja meiri áherslu á skýjaþróun og gefum í okkar vöruþróunarfjárfestingu og eru núna að skila ári í tekjum og í rauninni stofna mótastefnu til framtíðar. Ekki alls konar velun, útflutningsvelun og nýsköpunarvelun og þetta hefur verið ótrúlega skemmtileg vegferð hingað til. Í dag erum við 100% fókuseraðir á svefn, með alls konar viðskiptavinahópa, atvinnurekendur meðal annars í Bandaríkjunum, með tryggingafélög, með heilbrigðisstofnanir, heilbrigðiskerfi, opinbera þjónusta, ríkisstofnanir, til að fólk átti sig kannski á umsvifunum, að það hafa cirka 10 milljónir manna verið mæld með okkar tækjum, þar af cirka 2 milljónir bara á síðasta ári. Það eru 10.000 manns sem vöknuðu í morgun með NOx-tæki á brjóstunum. Og þetta gefur manni svolítið svona, þetta tilgangur með starfinu. Við erum í 50 löndum, talað heilbrigðiskerfið í Ástralíu, Kóreu eða öll þessi heilbrigðiskerfi sem í Bandaríkjunum, en við erum sem sagt snúumst 100% svefn. Helstu tölur 24, við erum cirka 140 inn í NOx Medical, við erum partur af stærri heild, þar eru 100 hér á Íslandi, langflestir í vöruþróun. Tekjurnar eru cirka 6 milljarðar þar sem 5 milljarðar fara til Íslands, þetta við erum með dótturfyrirtæki. Við höfum vaxið 17% á ári í 6 ár. EBITDA er 30%, við erum að skila hagnaði, sem er frábært, hagnaði þýðir frelsi, við getum gert meira, við getum fjárfest meira, við erum í 50 löndum með 150 vörur. Það er mikið að vera hjá okkur. Þannig að þetta er svona cirka NOx. Svo ætla ég að hætta að byrja þessu slóður hér. Ég er tölvunarfræðingur og kemur úr Keflavík, þannig að ég vissi ekki alveg hvað ég átti að gera. Þannig að hvað gerir maður núna? Björgvin Ingi sem vinnur hjá Deloitte, hann er nú búinn að kenna mér ýmislegt að maður á að spyrja gervigreindina þegar maður er ekki viss. Þannig að ég spurði gervigreindina og þetta var svarið. Hvert er hlutverk skattkerfis? Nú, það er að sjálfsögðu tekjuöflun fyrir ríkið. Það getur verið endurdreifing tekna eða jöfnuður. Nú, þetta getur verið efnahagsstjórntæki eða implementara pólísíu hjá stjórnvöldum. Stundum vilja stjórnvöld að maður borði minni sykur, þá er eitthvað skattlagt og stundum vilja stjórnvöld að maður fjárfesti í einhverju umhverfisdóti og þá er það búið til. En stjórnvöld á Íslandi hingað til síðustu svona 15 árin hafa verið mjög hliðholl fyrir því að fyrirtæki fjárfesti í rannsóknum og þróun og komum betur að því. Það er búið að ræða hér að gott skattkerfi þarf að vera skilvirkt, en lykilpunkturinn hér, þess að gervigreindin skilaði, samkeppnishæfni þjóðar. Gott skattkerfi er mikilvægt tæki til þess að auka samkeppnishæfni þjóðar í verðmætasköpun. Og við leikum okkur meira með gervigreindina, glöggi taka eftir, ég teiknaði ekki þessa mynd sjálfur. Þetta er gervigreindin, ég baði að teikna mynd af íslenska skattkerfinu. Þannig eru regnbogarnir Maríu, íslenski fáninn, eldfjöll og fossar, en svo sjáum við þarna tilraun gervigreindarinnar að tala innovation og innovative business og innovative environment. Þetta kemur út úr gervigreindinni. En í rauninni skattkerfið er svo gríðast úr butta með mörgum hólfum. Að bara ríkið safnar einhverju peningum, svo er það að reyna að skipta út þessum peningum og setja eitthvað annað, eins og fjármálaráðherra talaði áðan. Það er endalaus beiðni að seilast í skattpenningana, en enda dagsins þá er skattkerfið nýtt til þess að fá fólk og fyrirtæki, hvetja þau til að gera alls konar sem að ríkið ákveður að sé gott fyrir land og þjóð. Þannig að þetta er mikilvægt svona tæki í að útfæra stefnu stjórnvalda. Eins og auka samkeppnishæfni fyrirtækja sem fjárfesta í hugviti og flytja út svo hingað streymi gjaldeyrir sem hækkar lífsgæði þeirra sem hér búa. Ég ætla að koma þess aftur að þessari tengingu milli verðmætasköpunar, útflutning og gjaldeyris. Af hverju skiptir þetta máli fyrir okkur? Það kemur nefnilega sagan svolítið inn. Hvernig eru þessar skattaívilnanir, hvernig eru þessi hvatar hjá fyrirtækjum í hugverkaiðnaði til þess að fjárfesta í verðmætasköpun? Þetta er til að bæta samkeppnisstöðuna. Þetta virkar sem sagt þannig að fyrirtæki geta fengið endurgreitt hlutfall af launakostnaði og smá af öðrum beinum kostnaði við rannsóknar og þróunarverkefni. Og það er náttúrulega bara brjáluð fyrirtæki sem er að fjárfesta í rannsóknum og þróun, vegna þess að þetta er svo ótrúlega áhættusamt. Þú veist ekkert hvort það komi eitthvað út úr þessu. Hlutfallið 35% fyrir lítið fyrirtæki, 25% fyrir stór fyrirtæki, það er hámarksupphæð í þessu sem þýðir það að verkefni geta hámarki til þess að fara ekki út fyrir þetta orðið að 1,1 milljarður að stærð. Hver er ávinningurinn af þessu? Jú, fyrirtækin sjálf bera aðeins minni áhættu af þessum brjáluðu hugmyndum sínum að fjárfesta í rannsóknum og þróun. Fyrirtækin auka samkeppnishæfni sína með því að geta fjárfest meira heldur en ella. Og þannig komið vörum fyrr á markað, fengið meiri tekjur fyrr í kassan.
Líkurnar aukast á erlendum samstarfsverkefnum og fjárfestingum, þannig að við getum fengið meira fjármagn inn í stór verkefni. Þetta eykur þekkingu, skapar störf með háa framleiðni og lífskjörin okkar allra, þau ráðast nákvæmlega þessu, aukinni framleiðni og útflutningi. Nú komum við þessi í sögun. Af hverju var þetta sett á? Þetta kerfi sem er ekki búið að vera mjög lengi, en ég held að það sé búið að vera nógu lengi, þannig að fólk er kannski aðeins búið að gleyma því. Og þá skulum við bakka aðeins tilbaka. Sorry, ég veit þetta er ömurleg mynd, allir muni eftir þessu, en ég verð aðeins að koma þangað af því að við þurfum að fara allar leið í hröðinni til að muna okkur á af hverju þetta var sett á. Ástæðurnar voru þessar að þáverandi stjórnvöld settu á fót kerfi til að hvetja fyrirtæki til fjárfestinga í rannsóknum og þróun. Eftir hrun þá þurfti þjóðin svolítið að horfa inn á við og finna leiðir til þess að viðhalda lífsgæðum okkar. Við þurftum sem sagt á einhverju öðru að halda og einhverju muna eftir umræðum hvað á þetta eitthvað annað að vera. Við erum sem sagt komin á það stig og nú vitum við sirka hvað þetta annað á að vera. Þannig þurftum við að halda lífsgæðum okkar og þetta eitthvað annað þurfti að koma úr einhverju öðru heldur en náttúruauðlindum eða fjármálagjörningum. Þá var þetta fjármálaráðherra mælti fyrir þessu frumvarpi og það naut þverpólitísks stuðnings. Vinnir að þá hefur verið vinstri stjórn við stjórnvölinn, en síðan þá hefur verið hægri stjórn og þið pólitíska litróf hafa all verið sammála það að þarna liggur framtíð Íslands. Þetta er frábært. Þetta sýnir samtakamátt íslensku þjóðarinnar. Þannig að síðasta áratug hafa flesti stjórnmálaflokkar stutt af alúð við þetta mál og mjög margt hefur gerst. En það kom meira til. Árið 2012 tók einhver Íslendingar reyndar með Kinsey sig til og gaf út fræga skýrslu, bara gefur út 2012 eða 2013, sem sýndi fram á það að til að viðhalda auknum hagvexti og velferð þjóðarinnar þá þurfti að leggja enn meiri áherslu á það sem kallaðist þar international business, við köllum hugverkaiðnaðinn í dag. Í kjölfari var samráðshópur stofnaður og uppfærð skýrsla gefin út af Viðskiptaráði 2016 til að meta áhrifin sem voru þó nokkur og frá 2009 hafa stjórnvöld haft þá skýru stefnu að hlúa að þessum iðnaði með ýmsum ívilnunum og hvötum og öðrum aðgerðum. Og ég heyrði þá fjármálaráðherra hérna áðan að nýja ríkisstjórnin ætlar sér svo sannarlega að halda áfram þessum stuðningi. Enda ærin ástæða til. Á þessum árum er hugverkaiðnaðurinn sannarlega orðin til. Þetta er orðin fjórða stoðin í íslensku efnahagslífi með einbeittum aðgerðum sem miða því að stórauka útflutningu hugvits. Það var 13 stórar aðgerðir verið framkvæmdar frá því að áherslu breyttust hjá stjórnvöldum á þessum árum. Samtöku iðnaðarins, viðskiptaráð, hugverkaráð, fyrirtæki sjálf og ekki síst ráðandi ríkisstjórn hvers tíma hafa í rauninni lagst á eitt. Byggjum upp blómlegan hugverkaiðnað á Íslandi til heilla. Þessar aðgerðir, ég ætla ekki að telja þær allar, en þetta eru skattalegi hvatar til fjárfestinga í rannsóknum og þróun, aðgerðir til að auka fjármagn í sjóðaumhverfinu og ýmislegt annar sem hefur verið partur af þessari skýru stefnu stjórnvalda. Og hvað hefur gerst? Þetta er fjórða stoðin. Í ár verður metár í útflutningi á hugverkum. Hugverkaiðnaðurinn í dag er sirka á pari við sjávarútveginn. Þetta hefur verið óhugsandi fyrir ekki svo mörgum árum síðan. Afraksturinn er til fyrirmyndar. Við höfum flutt hugmyndir út fyrir meira heldur 300 milljarða á síðasta ári og aftur 300 milljarðar. Ég veit ekki alveg hvað þetta er mikið. Þetta eru svo stórar tölur. En þetta er tvöföldun á 5 ára. Þetta er 14% af heildar útflutningsverðmætum landsins. Þetta eru tölur frá samtökum iðnaðarins. Þarna undir, þetta er svona liturinn á þetta. Þetta er fjölbreyttur iðnaður. Þetta er lyfjaframleiðsla, þetta er líf- og heilbrigðistækni, þetta er fjarskipti og gagnaver, þetta er upplýsingatækni, tölvuleikjagerð, önnur hátækni. Þetta er iðnaður sem er ekki endilega háður hverjum öðrum. Og hvað er meira? Hvað hefur gerst? Nú fyrirtækin sjálf, þau hafa látið knéfylgja kviði. Við höfum fjárfest meira og meira og meira í rannsóknum og þróun. Munið það er bara klikku fyrirtæki sem fjárfest í rannsóknum og þróun. Þau veist ekki hvort þú fáir ekki út úr þessu. Þannig að fyrirtæki svara kallinu og ég vil sérstaklega taka fram hérna að þessar fjárfestingar eru ólíkar öðrum fjárfestingum sem oft er talað þegar mikið liggur við. Fjárfestingar í hugverkum eða rannsóknum og þróun, þetta snýst ekki að kaupa steypu frá Danmörku eða sement eða steipustyrtarját frá Hvíta-Rússlandi. Í lang flestum tilfellum snýst þetta að ráða fólk, verkfræðinga, tæknifólk, vísindamenn, forritara til þess að smíða eitthvað sem þarf ekki á náttúruauðlindum að halda. Þetta er fjárfesting í fólki og þekkingu. Ég ætla aðeins að tvíklikka hérna inn í Nox Medical til að sýna ykkur hvað við gerðum. Nox Medical, við höfum sannarlega nýtt okkur þessar ívilnanir og hvað hefur gerst? Við erum í leiðandi stöðu á heimsvísu í okkar bransa. Þegar hámörk og hlutföll hækka og þetta hefur gerst til dæmis síðast 2020, þá gefum við í. Við fjárfestum í, við ráðum fólk til þess að koma okkar vörum fyrir á markað.
Og við 2020 gerðum við nákvæmlega þetta í staðan fyrir að senda fólk heim á hlutabótaleiðinni. Pétur Már sem var forveri minn, framkvæmdastjóri, situr hérna í salnum, keyrði mjög fast á þetta. Og hvað gerist? Við erum að uppskera núna, 3-4 ára síðar. Vörurnar eru að koma á bandinu og við erum að selja þetta og erum komin í algjörlega leiðandi stöðu. Ekki bara okkar fyrirtæki til heilla, líka starfsfólksins okkar og landsins þar sem við erum skráði. Nær alla tekjur okkar eru útflutningi og við viljum geta gert miklu meira. Hérna eru tölur sem að Pétur Már hefur haldið vel utanum. Framlag NOx í samneysluna er nefnilega umtalsvert. Bein áhrif, þetta er ekki einhver jaðaráhrif, þetta eru bein áhrif okkar. Á síðustu 18 árum hafa sölutekjur okkar verið yfir 30 milljarðar. Á þeim tíma hefur framlag NOx til hins opinbera verið 5,7 milljarðar. Hvernig er það reiknað? Tekjuskattar á greidd laun, tryggingagjald, tekjuskattar af hagnaði NOx Medical og fjármagnstekjur þegar söluhagnaði hlutabréfa þegar víxlunin á sér stað. Þetta eru bein áhrif. Framlag hins opinbera á sama tíma hafa verið smá að styrkjum hérna í upphafi en svo hefur þetta verið ívilnanir og hvatar til skatta til rannsóknar og þróunar, 2,2 milljarðar. Þannig að netto framlag á þessu tíma eru 3,5 milljarðar, bara okkar eina fyrirtæki. 2022 var sérstaklega áhugavert af því það átti sér stað ákveðin fjármálagjörningur og svona einhver hlutabréf skipt hendur, þannig að þá kom fjármagnstekjuskattur, hluthagnaður af hlutabréfa, þannig að sporið okkar það ár var 1 milljarður, bein áhrif. 1 milljarður aftur, ég veit ekki alveg hvað það er mikið, en ég get sagt ykkur það, 1 milljarður það sem kostar það að reka þetta ágæta hús hér á hverju einasta ári. Þannig að gjöra svo vel, 22 var í okkar boði. Ef við tökum stærri bita eins og Keresis að þá getið þið bara ímyndað ykkur virðið sem innleysist þegar einhyrningar verða til. Þetta fyrir vaxandi. Við erum bara rétt að byrja. Örlítið tilbaka, hér er mynd, þessi ungi drengur sem sjá þetta myndinni, þetta er faðir minn. Þessi myndi tekið cirka 1955, hann er fæddur 1950, þetta er stuttu eftir seinni heimsstyrjöldina, aftur fólk er fljótt að gleyma, þess vegna er gott að horfa í söguna. Það er aðeins ein kynslóð, þess vegna er með mynd af pabba mínum, hann er nú enn á lífi kallinn. Það er ein kynslóð síðan að Ísland var eitt fátækasta land Evrópu, stutt eftir seinni heimsstyrjöld. Ísland var allt annað þá heldur en það er í dag. Í dag er landið eitt af ríkasta. Landsmenn virðast hafa það gott upp til hópa. Hvað gerðist? Íslendingum bar sú gæfa til að átta sig á því að með verðmætasköpun og útflutningi myndu lífskjör þjóðarinnar batna. Ísland er því útflutningsdrifið hagkerfi og þetta þarf að hafa í huga þegar skattkerfi eru hönnuð. Verðmætasköpunin þá byggðist fyrst á þeim auðlindum sem fyrir lágu, fiskurinn í sjónum, orkan, vatnið, orkan í jörðinni, svo seinna meir þá komu ferðamennirnir að því einhver vildi koma og borga fyrir það að skoða fossa og fjöll. En stjórnvöld, fyrirtæki og landsmenn unnu öll saman að því að tryggja hér umhverfi til verðmætasköpunar og svo flytja mætti þessi verðmæti úr landi. Þannig komst Ísland úr fátækt. Þannig bættust lífskjör okkar allra á aðeins tæpum 80 árum. 80 ára er ekki langur tími, enda berum við mikla virðingu fyrir auðlindum landsins. Nú, af hverju er útflutningur svona mikilvægur? Nú, gjaldeyristekjur koma inn. Við nýtum þær til að fjármagna innflutning á vörum. Aukin verðmætasköpun með útflutningi leiðir til meiri atvinnu og hærri launa sem styrkir kaupmátt almennings. Nú, þannig fær ríki meira inn til sín og ríki getur þar að leiða til fjárfestaðis meira, þannig virkar þessi kapall. Fjölbreyttur útflutningur eykur stöðuleika og fjölbreytni og sterkur útflutningur skila sér í sterkara gengi krónunar. Þannig bætast lífskjör almennings. Mig langar að tengja þetta saman. Og Seðlabankinn hefur skrifað það að meðal annars að útflutningur hefur verið helsti drifkrafturinn í efnahagsbatanum síðastliðin 15 ár. Og þess vegna, eins og ég var mynd af föður mínum hér í áðan, þá er ég með mynd af börnunum mínum hérna, þessu forréttinda pésum sem þau eru. Við þurfum að horfa til framtíðar eins og þau gera hérna þessari mynd. Við þurfum að líta á hugverkastöðuna sem lykilinn að framtíð þjóðarinnar, vegferðinnar. Á tíma einnar kynslóðar breyttist gjörsamlega allt. Ég get viðurkennt það fúslega hér að ég á eiginlega bara erfitt með að ímynda mér hvað getur breyst á líftíma þessara barna sem standa þarna á þessari mynd. Ég er nokkuð viss um það að það er skýr sýn og útfærsla á góðu umhverfi fyrir hugverkaiðnaðinn sem mun tryggja það að framtíðin sé gríðarlega björt. Þannig að leiðin að 1000 milljörðunum, við erum í cirka 300 milljörður núna, leiðin að 1000 milljörðunum ætti að vera nokkuð straight forward, eins og þeir segja. Ég sé fyrir mér á næstu 5-10 árum, þá verða kannski 100 fyrirtæki eins og NOx Medical. Það er fínt ef að þar innan verða einhver konar einhyrningar eins og Keresis, en það þarf ekki endilega. Við erum að koma úr stærsta hugverkaári Íslandssögunnar, það er tvöföldun útflutningstekna. Þetta er sú grein sem vex hvað hraðast. Verðmætasköpunin þar er almennt meiri heldur gengur og gerist í öðrum greinum. Framleiðnin er hærri. Framleiðin og lífskjör og útflutningur haldast í hendur til þess að bæta lífskjörun okkar.
Þarna eru stærstu tækifærin, engin spurning, skerpum sýnina, nýtum skattkerfi til áframhaldandi hvata, til fjárfestinga. Það þarf að þétta aðeins í götin og festum gott kerfi í sessi til frambúðar. Við þurfum að hugsa stærra. Takk fyrir mig. Ókulis lyfjafyrirtæki. Við Þorsteinn Loftsson, við þróuðum tækni. Þorsteinn fann þetta nú upp. Fann upp að tækni sem að nýtist til að flytja lyfjasameindir yfir slímhúður. Og slímhúður eru víða þar á meðal í yfirborði augans. Við fundum það snemma út að þessi tækni nýttist mjög vel til að flytja lyf inn í augað betur en hægt var. Hún gerir það að verkum að við getum flutt lyf sem við setjum sem augndropa í augað inn í afturhluta augans, inn í sjónhimnuna. Og þetta skiptir svo miklu máli vegna þess að flestir sjúkdómar sem valda sjónskerðingu og blindu í okkar heimshluta eru sjónhimnu sjúkdómar. Og það er mjög mikilvægt í baráttunni gegn blindu. Já, þetta hefur breyst gríðarlega mikið á þessum 40-50 árum sem ég hef verið í þessum bransa. Og þegar ég var að byrja, og það gildi nefnilega bæði á Íslandi og líka einhverju marki í Bandaríkjunum, þá var það að vera að breyta vísindum í nýsköpun, breyta því í viðskipti, græða á vísindaransóknum, það var bara ekkert í tísku. Það þótti ekkert sérstaklega fínt. Náttúrulega alls ekki á Íslandi og ég náði þessu líka í Bandaríkjunum. Ég man eftir að minn gamli yfirlæknir í Bandaríkjunum, honum þótti það ekkert hæfa, menn væru að nota vísindaransóknir sína til þess að græða peninga. Þetta átti síðan eftir að breytast og þetta er að breytast kannski svona þegar að nálgast aldamótin. Þá breytist í raun og veru andinn í samfélaginu. Að fólk skynjar það betur að vísindaransóknir til þess að það nýtist almenningi og nýtist öllum, þá verða þær að komast inn í viðskiptalegt ferli og sama tíma fer umgjörðin að batna. Því að stjórnvöld og aðrir fara að skilja að til þess að þetta verði þá þarf jú að bæta umgjörðina og til dæmis bara styrkja umhverfið sem var mjög lélegt 1980-90 fer að verða miklu betra þegar að svona nálgast aldamótin og eftir aldamótin. Rannís er þarna í algjöru lykil hlutverki, Tækniþróunarsjóður. Ég segi það oft að Oculis hefði aldrei orðið til ef ekki fyrir stuðning Rannís og Tækniþróunarsjóður og auðvitað fleiri. Síðan gerist það seinna þegar að svona fyrirtækið þegar því fer að vaksa fiskur hrygg og þá komum við inn í sem sagt önnur stuðningskerfi ríkisins, til dæmis skattaafsláttur vegna þróunarstarfa. Oculis hefur lagt $100 milljónir í þróun og tekjurnar koma árum, ef ekki áratugum seinna. Og þarna sem sagt má segja að skattaafslátturinn drýgði mjög það fé sem að fór í þessa þróun. Þetta fyrirtæki sem að er bara hugmynd fyrir 30 árum síðan, bara hugmynd, svo einhverjir 2 háskólakennarar sem að ganga með eitthvað hugarfóstur, búa til úr því að hóp og byrja að rannsaka þetta með sínum nemendum og svo framvegis, er núna orðið eitt af stærstu fyrirtækjum í Kauphellinni. Ég held að það sem að megi læra af þessu að það eru mörg svona tækifæri. Ég geti nefnt nokkur bara upp úr mér. Að Ísland, okkar samfélag, hefur mörg tækifæri til þess að búa til félög sem að ná sambærilegum árangri. Ég held að það að okkar samfélag myndi búa til svona það bil 1 svona fyrirtæki á ári sé fullkomlega raunhæft og við ættum að leggja grunn að því að það geti orðið.
enn flýgur tíminn og við erum komin að leiðarlokum í dag. Þetta er búið að vera fróðlegt, áhugavert, en umfram allt skemmtilegt. Ég veit ekki með ykkur, en ég er allavega mjög innblásin eftir fyrirlesturinn hans Ingvars. En ég vona líka að erindin í dag hafi opnað augu okkar allra fyrir því sem betur má fara. En fyrir hönd Samtaka atvinnulífsins, Viðskiptaráðs og Deloitte þakka ykkur kærlega fyrir komuna hérna í dag og við sjáumst að ári.